Sæl. Í síðustu viku þá töluðum við hvernig við gætum svona farið að átta okkur á því hvað vænlegasti hópurinn til að tala við. Og ég myndi staða þarna í lokin að þessari viku ætla ég að tala að ég vil að þú rekir suma viðskiptavinana þína. Ég veit þetta hljómar fáránlega og flestir hugsa crazy sem manneskja, en það eru bara ekki öll viðskipti góð viðskipti. 80-20% reglan, eða 80-20 reglan, Pareto-prinsipólu, hún segir okkur það að það er mjög líklegt að 80% af viðskiptunum þínum komur frá 20% af viðskiptavinunum. Veistu hverjir þessi góðu viðskiptavinur eru? Ertu að sinna þeim nógu vel? En það er líka lógískt að 80% af vesenninu komið frá 20% af viðskiptavinunum. Við þekkjum öll þessa erfiðu viðskiptavini. Eru þeir þess virði? Það er í allt í lagi stundum að segja nei takk, ég vil ekki þessi viðskipti. Þau eru ekki fyrir mig. Ef þú ert með viðskiptavin sem hentar þér ekki, þá eru báðir aðilar óánægðir. Þú ert óánægður af því að þú finnur það að þetta er ekki að virka og þú ert ekki að njóta þess að vinna með þessum viðskiptavini. Hann verður óánægður af því að hann finnur það og þetta kannski einmitt oft kannski einhver svona troublemaker til að byrja með. En hann verður óánægður sem gerir þetta bara ennþá verra og þið farið að læsast í einhvern svona neikvæðum vítahring. Ég veit að mörg eitthvað kannast því það sem ég að segja. Og það sem ennþá verra að því að þú ferð að verða pirruð og ergileg yfir þessum kúnna, að þá ómeðvitað og algjörlega ósjálfrátt, að þá kannski ertu pirruð og það fer að svona hafa áhrif á aðra hluti. Og þér líður illa og þú kannski sinnir öðrum viðskiptavinum aðeins verð vegna þess að þú ert eitthvað pirruð út af þessum kúnna sem þú þurftir að díla við áðan eða hvað það er. Þannig að það er allt í lagi að segja bara, ok, þessi kúnni og ég eigum ekki samleið. Það er bara svoleiðis. Og ég ætla bara að vísa þessum kúnna eitthvað annað. Finna einhvern aðila sem hentar honum betur. Og ég ætla að nota tíman og orkuna og jákvæðnina og léttin hjá mér til þess að sinna þá hinum kúnnunum mínum sem að ég nýt þess að vinna með og eru góðir kúnnar mun betur. Tala nú ekki að finna þessi 20% og leggja virkilega áherslu á það. Það sem þú gerir þar að því að þú ert farin að sinna þessum góðu kúnnum betur, þá bæði líklega að þú fáir meiri viðskipti frá þeim beint. En því ánægðari sem þessu góðu kúnnar eru, því líklega eru þeir til að tala þig annars staðar og þar er lendi draga inn business annars staðar frá, með tilvísunum á því þess að það. Þannig að spáðu í þessu, hvaða kúnna getur þú rekið? Það er náttúrulega að vera afskaplega kurteis og almennleg kringum þetta allt saman, en finna aðra leiðir fyrir það. Spáðu í þessu. Við sjáumst í næstu viku.